Það erfitt fyrir fréttamenn á Íslandi að halda úti heilli YouTube-rás á launum öryrkja og leikskólaliða. En núna þökk sér höfðinglegri gjöf frá ónefndum aðilum úr ónefndri starfsstétt, þá höfum við efni á því að gera óháða umfjöllun mál málanna með aðeins örfáum skilyrðum. Bjóð þið velkomna nýjustu viðbót í fréttatíma Suðurlandsins og stjórnanda Evrópuhringborðsins Tóti Freddi. Bensín. Akkur ekki bensinn? Vakniði, sauðfólk! Ef það væri ekki fyrir þessi snjókorn í matvæla eftirlitinu, þá getum við keypt Geymir baðvatn með hádegismatnum. En nei, hér eru bara fasistar á kassanum. Hvar er frelsið á Íslandi í dag? Velkomin á Evrópuhringborð Suðurlandsins. Nú ganga Íslendingar brátt á kjörstað og við erum að fara að ákveða, er Ísland í Evrópu eða ekki? Vandamáli sem við stöndum frammi fyrir í dag er að meðal-Íslendingurinn er alltaf upptekinn að skrolla á TikTok og horfa á Love Island til þess að vita nokkuð skapaðan hlut þetta mál. Þannig að hér hjá Suðurverinu höfum við fengið helstu sérfræðinga landsins til að koma og fræða fáfróða Íslendinga mál málanna. Hér er hjá mér Maron M. Aronsson, talsmaður samtakanna Íslandi allt. Og hins vegar er hér Salomon Hringur Davíðsson, formaður Evrópa, samtaka Evrópusinna. Velkomnir. Það er það stóra spurningin. Hvað er Evrópa? Heimsálfa. Heimsálfa. Já, þar hafið við það. En hvað er samband?